Ja, Kjartan, spennandi leikur í kvöld og þú að vinna þinn fyrsta sigur á tímabili sem þjálfari Álftaness. Hvernig er tilfinningin? Ég veit ekki alveg. Ég oft talaði að frammistaða og niðurstaða skiptir máli og niðurstaðan fín, við vinnum, en frammistaðan var ekki alveg nógu góð. Við töpum frákastabaráttunni og svona fullt af hluti sem vorum ekki ánægðir með, en það Þórslið er gott. Svona góða hlutverkaskipan. Við áttum í smá erfiðleikum með þá, eða miklum erfiðleikum með þá og vörnin vann það svo undir lokin. Já, leikurinn vannst sem sagt með vörninni. Já, og bara svona sem við köllum hustle plays. Þetta bara það kom þá þegar við stigum aðeins nær þeim og þá var þetta stólinn bolti á Dino sem sveiflaði leiknum okkur í hag. Og fram að því vorum við bara einhvern veginn, takturinn var með þeim allan seinni hálfleikinn. Þeir voru segir hvernig þeir réðast á körfuna, voru að fara miklu ákveðnari við og voru að fá fleiri víti og voru eins og segja að vinna frákastabaráttuna. Við héldum okkur inn í þessu með því að vera með læti, pressum það aðeins og settum aðeins smá vandræði framalega á vellinum. Þeir voru með 17 tapað bolta, ég held að endanlega hafi það verið það sem að vann leikinn fyrir okkur. Var eitthvað sem kom mér á óvart svona sérstaklega við Þórsliðið? Nei, sko, ég hafði náttúrulega ekki séð þá með nýja króatíska leikmanninu sínum, Tom. Þannig að ég hafði ekki séð á almennilega, það vantaði Kolbeinn á þeim í kvöld. Nei, get ekki sagt að það kom mér eitthvað mikið á óvart. Annað en bara, bara kom ekkert mikið á óvart. Þetta er gott lið, við vissum það. Þeir eru með öflugan leikmann á boltanum, góðan leikstjórnanda sem maður getur búið til fyrir alla hina, space á völlum vel. Voru að setja þristana sín í hálfleik, voru 7 af 11 í hálfleika ef maður rétt. Þannig að það var svona hélt inn í leiknum, ef þeir eru ekki hitt svona vel í fyrri hálfleik, þá held ég að við hefum slítið okkur ennþá meira fram og kannski gert út leikinn aðeins fyrr, en þessi þristar héldu svona einhvern veginn í okkur og þá náðu þeir að komast inn í leikinn í þriðja þegar þeir fóru það kom meiri breidd í körfurnar hjá þeim, þeir fóru að komast á línuna og fóru að fara meira inn í teig, þannig að þeir voru bara mjög flottir. Komið svolítið á óvart að við höfum ekki veitt náðarhöggið aðeins fyrr. Ég hefði viljað það. En sigur er sigur alltaf, en bara svona pínu svektum með frammistöðuna. Já, og svo kannski ef við förum í annað, þá var þessi leikur kannski svolítið stór bara fyrir sögu körfuboltans á Álftanesi. Ljósið er að byrja að styrkja núna, eða þið að byrja að styrkja þá kannski, getur eitthvað rætt þetta? Já, við að styrkja Ljósið og það var náttúrulega fullt af fólki sem kom og borgaði sig inn og við höfum nú eftir að borga okkur inn, þannig að við þurfum bara að fara niður og gera núna, gott að minnum á það. Þetta er bara frábært verkefni sem við erum stolt hér á Álftanesi að taka þátt í og við erum mjög stoltir að bera merki framan á búningunum okkar og ég veit að aðrir verða það líka. Við fórum í heimsókn í Ljósið, kynntumst aðeins starfseminni og við erum bara mjög ánægðir að fá að vera með þeim í liði og þau eru líka ánægð að hafa okkur með sér í liði. Þetta er rosalega gott og náið samstarfi. Við erum búin að fara til þeirra í eina mjög góða heimsókn núna í vikunni og við förum ekki aftur einhvern tímann á tímabilinu og sjá hvernig gengur. Já, næsti leikur er gegn Hamri í Hveragerði. Hvernig leggst á leikurinn? Já, eftir að horfa á Hamar í kvöld, Hamarsmenn Hrunamenn nokkuð örugglega. Ég þarf að horfa þá að spila, þeir eru náttúrulega með öfluga leikmenn. Maður hugsa fyrst bakverðina þeirra 2, Missa og Medina, Rakanat og fleiri góða leikmenn. Þannig að Alfonso flottur og fullt af skemmtilegum leikmennum og vel þjálfaðir. En ég á eftir að sjá leikir í kvöld, þannig að nú bara byrjar undirbúningur við þetta. Svona er þessi del, 27 leikir og það er bara, þegar þessi er búinn, það er bara næsti sem tekur við og þetta er rútína sem körfuboltaleikmenn og þjálfarar vilja vera í. Heldur betur, takk fyrir.